Guð góður. Höldum áfram í Jóhannesar Guðspjalli. Við höfum verið þar og við vorum að tala kraftaverkin hans Jesú og mér langar að tala í dag eða byrja að tala aðeins það sem Jesús kendi vegna þess að við vitum að Jesús starfaði, hann gerði kraftaverk og hann kendi. Hann sem sagt þjónaði og hann gerði kraftaverk og hann kendi. Og það sem Jesús kendi okkur var það fyrsta að hann væri kominn til að gera vilja föðurins. Hann segir okkur það í Jóhannesar Guðspjalli 6:38 og hann sagði okkur líka að ef við hefðum séð hann, þá hefðum við séð föðurinn. Og það getur við lesið líka í 14. kaflanum, vers 9 og síðan vitum við að hann vann verk föðurins. Þannig að Jesús, hann kom til að gera vilja föðurins og í raun og veru sjáum við Guð í gegnum Jesúm Krist. En það fyrsta sem að Jesús byrjaði á að kenna, það svolítið merkilegt, það lesum við í 3. kaflanum í Jóhannesar Guðspjalli. Þá byrjar hann að kenna eða tala við mann sem hét Nikodémus og hann segir við hann, ef þið lesið 3:7, yður ber að fæðast að nýju. Hann kemur með kenningu og segir yður ber að fæðast að nýju. Og það mikið svona, hvað ég segja, þekkingin á Guði og hans orði, við getum sagt að hún sé í lágmarki í dag í okkar þjóðfélagi. Og þekkingin á Guði að hún að hverfa. Fólk kannski, það talaði já, það segir ég kristinn. Aðrir segja ég trúi. En aðrir segja ég trúi á eitthvað. Aðrir segja ég trú á Guð. En Biblían segir yður ber að endurfæðast. Biblían segir á öðrum stað sá sem ekki endurfæddur þó hann trúi þá hefur hann ekki anda Guðs. Þegar þú fæddist, þá var þér gefið af anda föður þíns og móður þinnar. En ef þú ert fæddur af andanum, þá er þér verið gefið af anda Guðs. Og þetta er mjög í raun og veru mikil grunnfræðsla, en þetta var það sem Jesús byrjaði að tala Og við erum að tala það sem hann kendi og við skulum lesa aðeins hérna úr 3. kaflanum frá 3. versi. En ég ætla fyrst að segja að Jesús sagði yður ber að endurfæðast. Páll postuli, hann sagði þetta svona: ef einhver í samfélagi við Jesúm Krist, þá hann ný sköpun, hið gamla varð að engu. Hann ný sköpun, hið gamla varð að engu. Í Jóhannesar Guðspjalli, ef við komum þar aftur, þá skulum við lesa saman nokkur vers hérna, frá versi bara 1. Nikodémus var maður af flokki farisea, þannig hann var uppfræddur í lögmáli Guðs, hann vissi eitthvað. Hann kom til Jesú nótt, sagði við hann: Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir kominn frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Við vitum að þú ert kominn frá Guði, hann trúði því. Og enginn getur gert þessi tákn nema Guð, hann trúði að táknin væri frá Guði. Jesús svaraði honum: sannlega segi þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann endurfæðist. Enginn getur séð Guðs ríki nema hann endurfæðist. Nú,
Einhver hefði eflaust sagt í dag, ég hef nú bara alveg ágæti sjón og ég sé bara ekki neitt. Þannig þessi maður nú bara eitthvað svona skrýtin í höfðinu. En Nikodémus, hann var greinilega, hafði áhuga á umræðuefninu og hann sagði, hvernig getur maður fæðst þegar hann orðinn gamall? Skildi hann aftur geta komist inn í líf móður sinnar og fæðst? Þetta var hans hugsun og þetta maður sem var menntaður. Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem að holdinu fæðist hold, en það sem að andanum fæðist andi. Undrast eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Svo segir hann, vindurinn blæs, þar sem hann vill, þú heyrir þitt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur, hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Og þá spurði Nikodémus, hvernig má þetta verða? Jesús svaraði, þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta. Sannlega, sannlega segið þér, við tölum það sem við þekkjum, vitnum það sem við höfum séð, en þér takið ekki á móti vitnisburði vorum. Þannig að við sem höfum séð Guðs ríkið, við vitnum það sem við höfum séð. Og málið það, enn þann dag í dag, þá skilur fólk ekki. Það eins og Nikodémus, jafnvel menntaðir guðfræðingar. Ég man eftir einu sem spurði, hvað það að vera frelsaður? Hvað það að vera endurfæddur? Og lítill maður sem við þekkjum sem hét Eiður Einarsson, farinn heim til drottins, hann sagði, sjáðu til vinur, þetta einfalt. Jesús, hann frelsarinn og ef hann frelsar þig, þá ertu frelsaður. Það var ekki flóknar en það. En þetta lærði hann ekki í guðfræðinni. En þetta lærirðu ef þú hefur anda Guðs og lest hans orð. Þannig að það eru margir sem skilja ekki, sumir skilja þetta að vera frelsaður, en þeir skilja ekki hvað að vera endurfæddur, að vera ný sköpun. Sjáðu, jafnvel hinni kristnu, þeir sem sagt skilja ekki hvað að vera endurfæddur og hvað að vera komin inn í Guðs ríki, vegna þess að margir kristnir eru með annan fótinn í ríki heimsins, hinn fótinn svona á landamærunum að reyna að komast inn í ríki Guðs, en Jesús sagði, sá sem fæddur af andanum, hann fær að sjá Guðs ríkið. Og það eitt að sjá og annað að ganga inn í. En í raun og veru að ef við sjáum, þá getum við gengið inn. Og núna þegar ég var út í Færeyjum, þá hlustuðum við á frábæran predikara og ég hef oft sagt ykkur mína sögu. Nú ætla ég að segja ykkur hans sögu. Það sem kom mér á óvart var það að hann upplýði Guð sem drengur 7-8 ára, skýrðist í heilögum anda þá. Síðan virðist hann fara út í heiminn, alveg eins og ég, lifði lífinu og kemur svo aftur til Guðs. En hann segir, ég keypti bókina hans og ég ætla að miðla aðeins frá hans reynslu, að eftir að hann endurfæddist eða frelsaðist, þá hafði hann svo mikið hjarta fyrir því að fara á þá staði sem hann hafði verið á áður. Og sagan hans var þannig að hann hafði í raun lifað í heimi myrkursins, þar sem áfengi var við völd. Hann stundaði næturklúbba, slagsmál og fyllirí var minn lífstíll, segir hann. En þegar að Guð endurfæddi mig, þá tók hann, eins og hann segir á enskunni, every little piece of that out of me. Þá tók hann sérhvert smáatriði af þessu lífi út úr mér. Hann tók það í burtu. Og
hann byrjaði að fara og fólk spurði hann, hvernig geturðu farið aftur inn á þessa staði veginn og ekki orðið fyrir áhrifum af syndinni? Hvernig geturðu farið inn á næturklúbbana? Nú ertu frelsaður, hvaða vitnisburður það? Hvernig geturðu farið inn á þessa staði og ekki orðið fyrir áhrifum af syndalífinu? En hann svaraði þannig að Guð tók hvert smáatriði af gamla lífinu út úr mínu lífi og hann segir, ég hataði þessa menningu with a passion. Sem sagt, ég hataði þetta með öllu því sem í mér var. En samt fór hann inn á þessa staði. Ekki eitthvað bogið við það? Nei, hann hataði þessa menningu af því hann sá hvað þetta eyðilagði líf fólks, en hann elskaði fólkið sem hann hafði verið að umgangast. Og hann sagði, þegar ég fór aftur inn á þessa staði, þá var það ekki einu sinni freisting því að ég hataði þennan lífstíl. Hann var endurfæddur, þó hann væri inn á þessum stöðum, þá var hann ekki þar, hann var inn í ríki Guðs. Hann hafði fengið annan anda. Það var ekkert í hans anda sem langaði í þetta gamla líf. Og ég hef svo oft sagt ykkur sömu sögu af mér, það var ekkert í mínum anda sem langaði aftur inn á skemmtistaðina. Ég meina, það sem ég var dregin að áður, það í raun og veru hataði ég eftir að ég endurfæddist og frelsaðist. Þannig að ef einhver fæðist að nýju, þá fær hann annan anda og hann kemur inn í annað ríki þar sem gilda önnur lögmál, hann ný sköpun. Og hvernig verður ný sköpun? Þú verður ekki ný sköpun nema að þú deyir því lífi sem þú lifir í dag. Og Biblían segir okkur, það furðulega og svo fáir taka eftir þessu í Rómverjabréfinu 6, 4. kafla, að þegar Jesús dó á krossinum, þá dóum við með honum. Hann segir, við skulum lesa þetta í Rómverjabréfinu og 7. kafla, vers 4. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi, eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýr föðurins. Því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu upprisu hans. Við vitum að vor gamli maður með honum krossfestur. Vissirðu það? Eða vissirðu það ekki? Þú kannski hefur lesið þetta en þú trúir því ekki. Þú hefur lesið þetta en þú gerir þér ekki grein fyrir því hvaða sannleikur þetta er. Að þinn gamli maður var krossfestur með honum og uppreis nýr maður. Spurningin viltu sleppa þínum gamla manni? Viltu sleppa honum? Viltu vera upprisin með Jesú Kristi? Viltu lifa í honum og í hans anda og viltu lifa í þeirri játningu? Eða viltu gera eins og djöfullinn vill að þú gerir, játa þig sigraðan? Margir kristnir ganga og játa sig sigraða. Á sama tíma og Jesús hefur sagt okkur að við eigum að játa góðu játninguna. Páll talaði góðu játninguna. Hver góða játningin? Góða játningin sú að ég ný sköpun í Jesú Kristi, hið gamla varð að engu. Og ég held fast í það. Vegna þess að Jesús Kristur, hann svo gjörsamlega breytti lífi mínu. Hann gjörsamlega rústaði gamla lífinu mínu og hann gaf mér nýtt líf. Og ég hef aldrei verið eins síðan. Búin að vera klikkaður alla tíð síðan að mati sumra. Eins og vinur minn sagði, nú ertu alveg búin á því. Búin að láta heila þó þig. Ég vildi að íslenska þjóðin fengi sama heila þvott og ég. Ég vildi óska þess að syndin væri þvegin burt úr lífi manna í dag. Þessi synd sem að eyðileggja líf fólks, ég vildi svo óska þess að
fólk kæmi til Jesú og leyfði honum að þvo syndina burt. En endurfæddur, Jesús, hann talaði þessa endurfæðingu og ég kem aftur að þessu að við tölum að við séum kristin og fæstir vita það að þjóðkirkjan eða lúterska kirkjan, hún hefur ákveðna kenningu. Hún segir þér að þessi kenning að þegar að presturinn hann lætur dropa falla á ennið þitt eða höfuð þitt að þá endurfæðist þú. Þá endurfæðist þú. Þannig að þú ert endurfæddur í skírninni. Síðan staðfestur þetta þegar þú ert 13 ára gamall, án þess að vita og hafa hugmynd hvað þú ert að gera. Þannig að þetta er orðið svona ekki kenning, þetta er orðin hefð. Þetta er hefð sem er kannski ekki mjög slæm í sjálfu sér, en samt slæm ef hún rænir þig hinni raunverulegu endurfæðingu. Það er mjög svona, já, mér dettur nú í hug hérna maðurinn sem var inn á geðsjúkrahúsi og var út í garði að ganga og hann var með tannbursta í bandi og síðan kemur einn af læknunum til hans og spyr hann hvað hann sé með og hann segir þetta er bara tannbursti. Svo heldur hann áfram, hinn fer og hann segir hann komdu snatti, þarna plötuðum hann. Að fólk í dag það telur sig eiga eitthvað en í rauninni á það ekki. Ef að fólk telur sig eiga eitthvað, það er ekki nóg fyrir þig að mynda bíl, hafa mynda bílnum þínu hérna úti, þú þarft að hafa raunverulega bíl til að geta sest inn í hann og keyra hann. Og annarkvort höfum við upplifað það að vera endurfædd, þá höfum við anda Guðs eða ekki. Og ég held að þetta sé eitthvað sem að sé ágætt fyrir okkur að hugleiða. Síðan kemur eitthvað sem heitir skírn heilags anda sem hjálpar okkur að ganga þessa göngu. En mér langar aðeins að kannski að eins og maður segir á góðri íslensku vrappa þetta upp, vefja þetta saman. Ég fæ engar athugasemdir hvað íslenska mín er góð, þannig að þetta hlýtur að vera allt að virka. Jú, ég fekk eina. Takk. Ég ætla að vefja þetta saman með því að segja að þegar Páll talar þessa endurfæðingu í Kólossabréfinu 1. kafla og 13. versi, þá talar hann að við séum flutt, að við höfum verið tekin, hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins, flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Kólossabréfið 1:13. Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins. Sjáðu, myrkrið hafði vald yfir lífi bróður mín sem ég var að tala hans Vein. Myrkrið hafði vald yfir honum. Hann var fullur af, öllu illu, slagsmálum, áfengi og nefndu það og lifði því lífi. En hann var, þegar hann tók trú og þegar hann var tilbúin að deyja sínu lífi, var krossfestur með Kristi, þá var hann fluttur inn í ríki Jesú Krist og hefur verið þar alla tíð síðan. Hann var fluttur inn í ríkið. Nú, þetta ríki það var lítið talað þetta ríki þegar ég var alast upp í Hvítasunnu-kirkjunni, það var bara talað að frelsast. Það var svo lítið talað það að við værum inn í ríkinu. Við þekktum bara eitt ríki og þar var selt áfengi, en við erum að tala Guðs ríkið núna og mér langar að lesa hérna aðra ritningu í sambandi við þetta ríki og þar Jesús Kristur að tala í Lúkasar Guðspjalli 12. kafla
og vers 32, þar segir hann: verð ekki hrædd litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar, gefið ölmusu, fáið yður pingjur fyrnast ekki, fjársjóð á himnum þrýtur ekki, þar sem þjófur fær ekki nánd komist né mölur spillt, því hvar sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta yðar vera. Verð ekki hrædd litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Ok? Nú erum við komin inn í ríkið og hér segir Jesús Kristur að við höfum fengið hlutdeild í þessu ríki með honum. Við erum orðin þegnar og að við höfum ákveðin réttindi þar og að ríkið sé okkar. Ríkið sé okkar. Og ef þú athugar eitthvað með ríkið, að þá í raun og veru, Jesús sagði, hann sagði, mitt ríki ekki að þessum heimi. Hann sagði, mitt ríki, í mínu ríki, þar eru 20.000 engla, ef ég bara vildi, ef ég bara smelti fingrunum, þá geti ég fengið 20.000 engla og þeir myndu gera út af þennan rómverska her á einu augnabliki ef ég bara kærði mig um. En hann sagði, mitt ríki ekki að þessum heimi. En þetta ríki hefur voldugan her. Í þessu ríki eru ekki sjúkdómar. Í þessu ríki ekki sorg. Í þessu ríki situr Guð í sínu hásæti. Og það eitt sem að við kannski skiljum ekki. Hérna segir Jesús, hann hefur gefið okkur ríkið hreinlega. Í Rómverjabréfinu 8:7, þar okkur sagt að við, þegar Jesús fekk arfinn sinn, sjáðu, Guð ekki dáinn, en Jesús dó og hann fekk arf. Hann fekk arf. Hefur einhver fengið arf? Já. Fekk ég að eiga hann með þér? Nei. En sjáðu til, Jesús, þegar hann fekk arfinn sinn, þá sagði hann að við erum samarfar með honum. Þess vegna sagði hann við lærisveinana, allt vald mér gefið, farið þið. Af hverju? Af því að við höfum sama vald og hann. Við höfum sama vald og hann. Ef við gefumst honum á vald, þá höfum við sama vald og hann. Og við segjum, þetta aðeins svo mikið, komdu með mér í Efesusbréfið, 2. kafla, 7. vers. Og nú erum við komin inn í ríkið. Hér segir, 2. kafli, 7. vers, Efesusbréfið, Guð hefur uppvækið oss í Kristi, búið á stað í himinhæðum með honum. Guð hefur uppvækið oss í Kristi og flestar þýðingar segja, enskar þýðingar segja að hann hefur gefið okkur sæti með honum. Og hvar situr Kristur? Hann situr við hægri hönd Guðs föður. Og hverjir sita þar með honum? Ég og þú. Við sitjum þar með honum samkvæmt kenningu Biblíunnar. Við sitjum þar með honum. Og það svo merkilegt að óvinur okkar djöfullinn, hann öfundar okkur að þessu sæti. Hann veit að við sitjum þarna, en mörg okkar höfum ekki hugmyndum af hvar við erum. Mörg okkar vitum ekki að við sitjum þarna, en óvinurinn hann veit að við sitjum þarna. Það ekki merkilegt? Einhver kemur við og segir, Kitty, ég sá þig þarna í framsætinu á bílnum þínum. Við segir, var ég þar? Ég hef ekki hugmynd það. Ég man það ekki. Óvinurinn veit að Jesús Kristur hefur gefið þér ríkið. Óvinurinn veit að þú ert samarfi Jesú Krist. Óvinurinn veit að þú hefur sæti í himinhæðum, en þú veist það eða veist það ekki. Það ekki svona svolítið skrítið? Og það sem við vorum að tala á föstudaginn, að
það sem meira að óvinurinn Satan öfundar þig vegna þess að þetta staðurinn sem hann vildi fá. Lestu Jesaja 14. Ég vil stíga upp og ég vil setjast hjá hinum hæsta. Ég vil setjast hjá hinum hæsta. Þetta staðurinn sem hann vildi fá og svo þú komin þar. Ertu hissa þó að hann sé reiður og hann vilji ná af þér og hann reyna að blekkja þig. Honum tókst að blekkja Adam og Evu. En Jesús vill ekki að hann blekkja okkur. Þess vegna hefur hann gefið okkur orðið sitt til þess að við skiljum hvaða rétt við höfum. Og eins og hann segir í bókinni sinni hann Vein, að hann segir að djöfullinn eins og rotta sem stundum rænir ljónið bráðsinni. Og hann segir henni kristnu, ég meina, þeir eru eins og ljónið, en það ekki öfugt að rottan geti rænt ljónið? Jú, það mjög aftur á bak. Þess vegna það að Guð hann vill að við vitum hver við erum og hvað við eigum og hvar við sitjum og hvað það þýðir að vera endurfæddur, vera í ríki Guðs. Og ríki Guðs, það allt önnur lögmál í ríki Guðs heldur en í ríki þessa heims. Ég hef mikið talað við ykkur John G. Lake. Þegar hann sagði, einhver kom til hans með krabbamein og hann sagði, það lygi. Þá segir einhver, já, á Guðsmaður að ljúga? Nei, sjáðu, hann lifði ekki í þessum heimi, hann lifði í þessu ríki þar sem að krabbamein var ekki til. Þess vegna sagði hann, það lygi vegna þess að í mínu ríki ekkert krabbamein. Og hann hætti ekki fyrir að krabbameinið fór úr fólki. Hann kom með því valdi sem Jesús hafði gefið honum. Og þegar við verðum meðvituð þetta, hvaða ríki þetta sem við tilheyrum, það kostar að tilheyra því. Við þurfum að gefast Jesú Krist á vald. Við þurfum að gefast honum á vald. Og við þurfum stundum að taka þjáningar hans. Við þurfum stundum að taka þjáningar hans. Hann í heiminum hafið þið þrenging, sagðan, en veru hughraustir ég hef sigrað heiminn. Þannig í þessum heimi að þá höfum við þrengingar, en Guðs ríkið samt meira. Og ég vildi óska að við getum öll sagt með Sadrak, Mesak og Abednego, það sama hvað þú segir konungur, sama hvað á gengur, ég ætla að lofa minn Guð, ég ætla ekki að tilbýða neina hjá Guði, ég á bara einn Guð og ég veit að hann ræður ríkjum og hans ríkið, hans mátturinn aldur alda. Og í Daniels bókinni þá getið þið lesið það, hver vinnur, hverjir hafa ríkið að lokum. Og það styttist í það að við fáum ríkið til eignar. Og Biblían segir að hinni kristnu muni ríkja með Jesú Kristi. Og það þá bara hinni kristnu? Nei, sjáðu til þetta lífslaup okkar í rauninni þjálfunarbúðir fyrir það ríki sem við eigum í vændum. Þannig það skiptir máli að þjóna Jesú Kristi meðan við lifum. Jú, þú getur frelsast, þú glatast ekki, en Jesús Kristur, hann vill fá þig til þess að ríkja með sér alla eilífð. Og þið vitið það í her, sérsveit, að þú færð ekki að fara í fremstu víglínu nema að fara í gegnum ákveðna þjálfun. Vegna þess að þú vís með að skjóta bara þína eigin, þess vegna ef þú veist ekki hvað að gerast í kringum þig. Þess vegna það í sérsveit og í her að þá fara menn
í gegnum mjög stranga þjálfun. Og okkar lífslaup stundum þannig að við erum að fara í gegnum þjálfun, við förum í gegnum þrengingar, jafnvel þó við göngum í Guðs ríkinu, meðan við erum að heiman frá drottni, að þá förum við í gegnum þrengingar, en drottin frelsar okkur úr þeim öllum. Margar raunir réttlátsmanns, en drottin frelsar hann úr þeim öllum. Og ég man alltaf þegar hann sagði við mig, hann bróðir hans Snorra Óskarssonar, ég var 10 ára og ég held að hann hafi verið eitthvað svipað. Kristinn, ekki gott að vera frelsaður? Ekki gott að vera frelsaður? Jú, það gott að vera frelsaður. Það gott að vera endurfæddur og vita það að óvinur okkar undir fótum okkar. Að vita það. Hann undir fótum okkar af því að við fengum arfinn með Jesú Kristi. Við erum endurfædd, hann hefur gefið okkur ríkið sitt, hann hefur sett okkur í sætið sitt með sér og hann hefur sagt okkur að vera hér þangað til að hann kemur aftur að sækja okkur. Þannig að heilagur andi var settur í pant hér á jörðinni. Þannig að Jesús, hann mun ekki skilja heilagan anda hér eftir á jörðinni, hann kemur og sækir alla sem hafa heilagan anda. Við fljótum með hinum heilaga anda þegar að kallið kemur og lúðurinn gellur. Nú, ég sagði að djöfullinn öfundað okkur og ég kannski búin að segja allt sem ég ætlaði að segja, en ég ætla að segja samt aftur að hans áætlun að fá þig til að játa þig sigraðan. Það áætlun óvinarins. En Páll, hann átti oft í erfiðleikum, hann sagði, það engill Satan sem slær mig niður og Guð segir bara, náð mín nægir þér. Ég var að hrópa á hjálp, en Guð sagði bara, náð mín nægir þér. Og Guð var að segja við hann að þú hefur sigur yfir þessu, Páll, þú getur gengið í gegnum þetta. Og Páll, hann sagði, já, ég búin að læra það að jafnvel þegar ég veikur, þá ég máttugur. Ert þú búin að læra það? Jafnvel þegar þú ert veikur mitt í þrengingunum, að þá eitthvað hérna innra með þig sem meira. Og Jóhannes segir hann segir, meiri sá sem í mér en sá sem í heiminum meiri. Það kraftur hérna innra með þér sem sterkar en allt. Hinn mikli voldugi heilagi andi, hann býr hið innra með þér. Þú situr í himinhæðum með Jesú Kristi og meiri sá sem í þér en sá sem í heiminum Ég sáttmálabarn, hann mitt brauð og hann mitt líf, ég endurfæddur. Amen. Ég endurfæddur. Og sem sáttmálabörn hans, að þá viljum við ganga að hans borði, við viljum gera það í hans minningu, við viljum segja, Drottinn, við skiljum að við erum sáttmálabörn þín. Drottinn, við skiljum að við erum samverkamenn þínir. Þegar við tökum brauðið, drekkum vínið, þá erum við að segja þetta. Við skiljum Drottinn, við skiljum að við erum samverkamenn þínir hér á jörð, allt valdið og krafturinn tilheyrir þér og við erum samverkamenn. Ég segi svo oft, Jesús, ég að biðja með þér núna. Þú situr í himinhæðum og þú ert að biðja og núna þegar ég byrja að biðja, þá biðjum við saman. Hvernig veit ég það? Biblían segir mér að hann lifir til að biðja fyrir okkur alltaf og þegar ég byrja að biðja, þá biður hann með mér. Við biðjum saman, ég og Jesús. Þannig ef engin annar vill biðja með mér, þá biður hann með mér. Ef engin annar vill biðja með þér, þá biður hann með þér. Þú getur setið með honum og þið getur lagt á ráðinn. Við erum samverkamenn. Og það sem máli sjáðu til, hann þar, við erum hér. Við eigum að kalla niður. Þegar við segjum eitthvað, þá staðfestir himinin.
Þegar við bindum eitthvað, þá staðfestir himinin. Þegar við leysum eitthvað, þá staðfestir himinin. Sjáðu, við erum hér í hans stað. Við erum hér í hans stað, þangað til hann kemur, og það er tenging á milli, þannig að þegar við köllum eftir hjálp, þá opnum við himinin, hjálpin kemur, og mitt í öllu þessu stendur djöfullinn gegn okkur. Og það er það sem við þurfum að læra, að við erum ljónið, við erum ekki rottan, við erum ljónið. Amen. Og það þarf að rísa svona upp í okkur. Já. Og stundum upplifum við, ég hef sagt ykkur frá því að úlliðirnir mínu, ég bólnaði illa upp og ég var að biðja fyrir þessu í ár og alltaf með sömu ritninguna, svo finn ég að það er að koma svona tilfinning aftur og þá kemur náttúrulega hugsunin, já, sjáðu til, þetta virkar ekkert. Þetta virkar ekkert. Veistu hvað ég geri þá? Ég segi bara, þetta virkar víst. Þetta skal út. Orð Guðs er ennþá lifandi, það er ennþá kröftugt og ég er ennþá heilbrigður, sama hvort ég finn það eða finn það ekki. Við höfum svo marga vitnisburði það að fólk barðist við sjúkdóma 3-4 ár og sigraði þá. En við lítum alltaf á þá sem töpuðu. Við eigum að líta á þá sem sigruðu. Við eigum að horfa á þá sem sigra, ekki þá sem tapa. Þannig að þegar efasemdirnar koma, já, þú verður alltaf svona, nei, orð Guðs, meira sá sem í mér en sá sem í heiminum er, orð Guðs er hið sama, það smýgur inn í innstu fylgsni, anda, sálar, líðamóta, mergjar, það smýgur inn í innstu fylgsni. Það sem ég geri, ég legg hönd mína svona hérna yfir þessa hönd og segi, orð Guðs, farðu nú inn og vertu það meðal sem þú átt að vera. Við þurfum ekki pillu ef við höfum orð Guðs. Sjáðu, orð Guðs það er meðal. Biblían er að segja okkur að það er pillan. Það er orðið. Það er lífið, það er krafturinn. Amen. Meiri er sá sem í mér er en sá sem í heiminum er. Ég er endurfætt barn hins lifanda Guðs. Ég er endurfættur. Jesús lifir innra með mér. Og Galatabréfið segir svona, ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér og því lífi sem ég lifi hér, því lifi ég í trúnni frá, segir King James Biblían. Ég lifi því í trúnni frá honum sem lifir innan með mér. Ekki í trúnni á hann, heldur í trúnni frá honum. Sjáðu, við erum saman og það er hann. Það er hans trú sem leiði mig áfram. Amen. Þess vegna skulum við skulum ganga borðið Drottins og við skulum trúa því að við erum sáttmálabörn hans. Við tökum það í trú. Ekkert af þessu virkar nema fyrir trú. Það virkar ekkert nema fyrir trú. Þetta er til staðar, en trúin er móttakarinn. Trúin er móttakarinn. Amen, minn Drottinn. Takk, Drottinn, að þú opnar augu okkar að við megum sjá hver við erum í þér, hvað þú hefur gert fyrir okkur. Og Faðir, sem við göngum á borðið þínu, þá trúum við því að sjúkdómar eru undir fótum þínum. Þeir voru negldir á krossin. Þegar Drottinn við vorum negld á krossin með þér, þá voru sjúkdómar okkar skildir eftir þar. Og ef þeir eru hér í dag að Drottinn, þá áköllum við blóðið þitt, Drottinn, í Jesú nafni, að því að við erum þar sem blóðið er, við erum komin til blóðsins og þakka þér fyrir að við mögum minna á að blóðið er yfir okkar dyrum og að engin dómur, engin óvinur kengur inn í okkar hús því að við erum undir blóði þínu og blóðvernd þinni. Amen, minn Jesús.